Komið sæl. Ég Álfhildur Jónsdóttir, kennari og kennsluráðgjafi við Árskóla hér á Sauðárkróki. En Árskóli hefur verið leiðandi skóli á landsvísu í tækni og breyttum kennsluháttum. Ég hef mikinn áhuga á breyttum kennsluháttum með tilkomu tækni í kennslu og hef nýtt tæknina síðustu ár með mjög jákvæðum breytingum í mínu kennsluumhverfi. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá þeim tækifærum sem tækni opnar á í kennslunni í dag og hvað framtíðin gæti borið í skauti sér hvað þetta varðar. Hefðbundið skólastarf hefur frá áratugum innihaldið mikinn bóklestur, bókavinnu og lærdómsstaðreynda, en tímarnir hafa breyst, kröfurnar eru aðrar. Nemendur okkar tileinka sér lærdóm með öðrum hætti í dag heldur en fyrri kynslóðir með auknu aðgengi að upplýsingum með tilkomu tækni. Nám að breytast frá því að muna allt sem lesið yfir í vera flinkur að afla sér þeirra þekkingar sem viðkomandi þarf hverju sinni. En skólarnir hafa breyst heldur hægar heldur en flest annað í kringum okkur. Hérna skólastofa fyrir svona 60 árum síðan. Núna sennilega komin svona túrstabla í stað krítartöflu og kennarinn fann að gangi aðeins þrengri buxum. Annað hefur breyst allt og lítið síðustu áratugum. Þetta núna með 4. iðnbyltingunni. Tæknin opnar á endalausa möguleika í námi. Fái nemandi hugmynd, þá veitir tæknin honum aðgang að myndavél, allskyns rafbókum tengdum hans áhugasviði, striga til að teikna eða mála á, eigin bókaútgáfu, hann hefur aðgang að hljómsveit, upptökustúdíói, kvikmyndaveri, allskyns heilaleikfimi, hann getur ferðast heiminn og út í geiminn, hann getur hannað hvaðina sem honum dettur í hug og gert frumgerðir af hönnuninni. Hann hefur aðgang að endalausri þekkingu sé forvitni hans vakin, og hann getur á aðgengilegan hátt skapað á fjölbreytta vegu. Það hefur sem betur fyrir alltaf verið sköpun í okkar námi hérlendis. Við höfum til dæmis haldið í verkgreinar eins og smíðar og textíl, myndlist og matreiðslu sem víða var hægt að kenna erlendis en að koma aftur núna ásamt fleiri verkgreinum undir heitinu Makerspace eða hönnunarsmíður. Nám einstaklinga með námserfiðleika hefur breyst gríðarlega með tilkomu tækni. Bara það geta nýtt sér talgervill til að hlusta á námsefni og geta skila verkefni munnlega með raddupptökum í staðinn fyrir að skrifa blað, jafnar gríðarlega það bil sem óneitanlega myndast milli einstaklinga með námserfiðleika og þeirra sem ekki kljást við slíkt. Þekking og ímyndunarafl nemenda með námserfiðleika sannlega ekki minna en annara, en þeir geta komið hvoru tveggja svo margfalt betur til skila með tækninni. Það frábært að nýta sér sýndarveruleika í kennslu. Sýndarveruleikin setur námsefni í allt annað samhengi. Það að vera staddur í flóttamannabúðum með jafnaldra sínum frá Sýrlandi sem segir frá og sýnir sitt daglega líf í gegnum sýndarveruleika mun áhrifaríkara en að lesa tölfræðum flóttamenn af blaðsíðu í bók. Að geta ferðast blóðrás líkamanns eða séð inn í lungu reykingamanns með sýndarveruleika virkilega áhrifaríkt. Með tækninni þá verður námið eftirminnilegra. Þegar við erum farin þessar leiðir og margar fleiri með tækni, þá erum við fann að tala raunverulega einstaklingsmiðaða nám. Tæknin alls ekki stöður í notkun, heldur eitt af mörgum verkfærum í náminu. Og það sem skiptir mestu máli að sjálfstraust nemenda, sérstaklega með námsörðuleika, eykst hratt og örugglega leið og vanmáttur sem einhæf notkun á blýanti og blaði getur valdið minnkar. Þau standa frekar jafnfætis félögum sínum og jafnvel framar á sumum sviðum sem áður fengu ekki að njóta sín. Innleiðing á tækni hefur óneitanlega í för með sér breytta kennsluhætti. Það breytingar ætti að búa nemendur betur undir það umhverfi sem þeir koma til með að lifa og starfa í. Þessi kynslóð nemenda fæðist inn í samfélag sem undirlagt að tækni. Það skólana að kenna nemendum að nýta sér tæknina til náms. Kennsla þar sem tæknin hefur fengið pláss hefur í auknum mæli færst frá þeirri staðalímynd að kennarinn standi alvitur við töflu og nemendur skrifa upp staðreyndir og læraður utan af yfir í lærdómssamfélag innan skólastofunar eða utan hennar með fjarnámi, þar sem nemendur og kennarar læra saman, grípa það sem passar hverju sinni og bæta við færni sína. En ég get ekki tala nám framtíðar að tala forritun sem ég myndi vilja sjá kennda almennt í skólum. En af hverju ætti að kenna forritun í skólum? Forritun ákveðið læsi á stafrænni öld. Hún eykur skilning nemenda og þeirri tækni sem þeir eru að nota dagstaglega, færir þá frá því að vera neytendur eða notaðir af tækninni í að vera notendur
í þeirri merkingu að það eru þeir sem skapa, það eru þeir sem stjórna tækninni, en tæknin er ekki að stjórna þeim. Í gegnum forritun þjálfast nemendur í rökhugsun á gagnvirkan hátt ásamt því að þjálfa samvinnu, lausnarleit og þrautseigju. Markmiðið með forritunarkennslu ætti ekki að vera að framleiða forritara, heldur að allir fái tækifæri til að kynnast forritun, rétt eins og allir kynnast smíðum, tónmennt og öðrum greinum í grunnskóla. Það væri ekki allir kokkar þó við læri heimilisfræði grunnskóla og það sama á við forritun. Hluti þróunar í námi með tækni er fjarnám. Fjarnám er nú þegar stór þáttur á flestum skólastigum, sérstaklega í dreifðari byggðum landsins. Það eina sem þarf að vera til staðar fyrir fjarnámsnemenda er netsamband og það hann tilengi sér þá tækni sem notuð er til námsins. Fjarnám opnar á námsleiðir óháð búsetu fólks og eflir því menntunarstig í dreifðari byggðum. Í fjarnám fyrir fólk sem mögulega myndi annars ekki sækja sér aukna menntun vegna fjarlægðar við skóla, atvinnu eða fjölskyldu aðstæðna. Það er ánægjulegt að sjá hversu margar leiðir eru í boði í fjarnámi í dag, bæði á framhaldsskólastigi og háskólastigi. En það er mikilvægt að þróa fjarnám áfram, að ná fram enn betri skilvirkni á miðlun námsefnis í takt við breytta tíma og hafa námsframboðið sem fjölbreyttast. Í nýlegri menntagreiningu Framtíðarsetur Íslands er reynt að kortleggja námsumhverfi hérlendis til ársins 2028. Niðurstaða þeirra könnunar í stuttumáli er sú að þátttakendur sem voru kennarar, skólastjórnendur og sveitarstjórnarmenn töldu að rík áhersla yrði lögð á gagnrýna hugsun, sköpun og samþættingu námsgreina sem er vel. En þeir töldu einnig að námsumhverfið árið 2028 verða mörguleiti eins og núverandi námsumhverfi, að nám fari að mestuleiti fram í skólastofum, að snjalltæki verði ekki endilega verkfæri til náms, að gervigreind komi ekki til með að breyta námi framtíðar. En miðað við að fjarnám byrjaði sem bréfaskóli fyrir réttum 70 árum síðan og miðað við þær breytingar sem hafa orðið á kennsluháttum bara á síðustu 5 árum víða í skólum, þá tel ég óhætt að reikna með að námsumhverfi framtíðarinnar komi til með að taka meiri stakkaskiptum en niðurstöður þessara skýrslu gefa til kynna. En í raun þá held ég að það sé engin leið að spá fyrir nám framtíðar. Það er ómögulegt að segja hvernig námið verður eftir 10 ár eða 20. Það er hins vegar ljóst að við verðum að vera áfram í takt við tíðarandann og koma helst enn betur á móts við þarfir þeirra sem kjósa nám burt séð frá búsetu. Nám án staðsetningar jafnar stöðu fólks í dreifðari byggðum og opnar á tækifæri sem annars væri mörgum ekki möguleg. Þetta er því gríðarlega mikilvægt. Eftir kynni mín af kennslu með tækni myndi ég ekki vilja snúa aftur til fyrri kennsluhátta. Ég held að það sé óhætt að fullyrða að nemendur mínir vilja það ekki heldur. Ávinningurinn fyrir bæði nemendur og kennara er svo gríðarlega mikill. Hins vegar þurfa kennarar, sama á hvaða skólastigi þeir eru, stöðugt að vera í endurskoðun hvað varðar kennsluhættina, hvað má taka út, hverju á að bæta við, með það loka markmið í huga að við séum að virkja styrkleika nemenda, styrkja veikleika þeirra og búa nemendur okkar sem best undir þá framtíð sem bíður þeirra. Kennarar þurfa hins vegar ekki vera sérfræðingar í tækni. Þeir þurfa að veita nemendum frelsi til að nýta hana. Það er mín trú að menntakerfið hér á landi hafi allt sem þarf til að vera framúrskarandi, bæði vegna mannauðsins sem þar starfar og vegna viðráðlegrar stærðar sinnar eða öllu heldur smæðar sinnar. Breytingar taka styttri tíma í því umhverfi. Það ætti ekki að forskot umfram aðra. Það sem hins vegar vantar upp á, að mínu mati, er aukið samtal allra aðila þá sameiginlegu sýn sem menntakerfið okkar þarf til að búa unga fólki okkar sem best undir þeirra framtíð óháð búsetu. Takk fyrir mig.